Föstudagsþátturinn heldur áfram og við ætlum að vinda okkur yfir á bókmenntalegar nótur því að hingað til mín kominn Jón Hjaltason, sagnfræðingur og rithöfundur sem var að skrifa þessa glæsilegu bók, Fæddur til að fækka tárum Káin, ævi og ljóð. Velkominn í þáttinn, Jón. Takk fyrir að bjóða mér. Og til hamingju með þessa glæsilegu bók. Já, takk fyrir það. Þetta hefur væntanlega tekið dálítinn tíma í smíðum, svona mikil heimildarvinna og hvað varstu lengi að skrifa bókina? Já, þetta þegar ég byrjaði þá var ég örlítið vantrúaður á að þetta yrði nokkuð tíman bók. Nú? Af því að Káin hann var venjulegu verkamaður alla sína tíð. Stóð aldrei í stríði, drap aldrei mann, hélt aldrei framhjá því hann var ógiftur, þannig að ég átti ekki vona því að finna svo mikið. Nei. Það nefnilega við meðalmennirnir að við komumst ekkert á spjöldsöguna nema við gerum eitthvað af okkur. Já, bara lammerum eitthvað. Já. Þannig annars erum við bara nobody, eins og segir. En þannig að ég var í vafa, settist þó í vafa að þetta yrði bók, svo einhvern veginn fór að hlaðast að mér eitt og annað. Ég var í sambandi við fólk í Bandaríkjónum, Norður Dakota, sem sendi mér gögn og einhvern veginn þá var þetta á rúmum 2 árum að þessari bók sem þú ert með í höndunum. Heljarinnar bók. Já, þetta svona 2 ára ríflegt verk fyrir meðal Jónin. Einmitt. Og Káin náttúrulega auðvitað flestir þekkja hann sem svona gaman vísna skáld, má segja. Og svo sem kannski gengið einhver leyti í endurnýjun lífdaga eins og í gegnum lagasmíðar þeirra hjá Baggalútur hefur verið að vinna töluvert með textana hans. En hann náttúrulega líka þekktur bara fyrir það að vera Vestur-Íslendingur, kannski með frægari Vestur-Íslendingunum. Mætti ekki segja það? Jú, ég held að mig alveg segja það og ég svolítið fegin að þú biður mig ekki, hvorki maður fara með ljóð eftir hvað þá að syngja það, þótt ég hafi nú boðið ýmsum að syngja fyrir þá. Ég tel mig nú hafa hæfileika á því sviði sem aðrir efast en ég hef nefnilega aldrei ekki það lært ljóð. En það eins og segir, hann var kímniskáld og samt átt hann til þennan viðkvæma þrá þannig að hann getur með svo einföldum hætti, ótrúlega einföldum hætti, komið út á manni tárum. Ég hef nefnilega þótt ég get ekki lært ljóð sem einhver galli, að þá finnst mér mjög gaman að lesa ljóð og ég þarf alltaf að lesa þau upphátt. Ég þarf að heyra þau. Já, ég hef reynda bara alveg sammála, mér finnst heilt yfir að það eigi að lesa ljóð upphátt. Já, og sum ljóðin hans eru þannig að þau kom út á manni tárum en langflest eru skopleg. Hann í langflestum tilvikum að gera svona góðlátlegt grín að sjálfum sér og náunganum og eins og segir, hann einn af frægari Vestur-Íslendingunum, held ég að sé alveg óhætt að segja. Og Vestur-Íslendingar voru, ég veit ekki alveg, eru við Íslendingar deilugjarnir? Já, það má deilum það. Ég velti þessu fyrir mér þegar ég fór að athuga söguna þarna fyrir vestan að þar deildu þeir deildu bara alla hluti. Það var alveg sama hvað kom upp. Þeir gátu aldrei, nánast aldrei orðið sammála nokkur skapaðan hlut. Já. Og jafnvel þeir áttu að senda hingað heim á 1930 á þjóðhátíðinni miklu. Já. Þeir gátu ekki orðið sammála heldur það hverjir ætti að fara. Nei. Þannig að þetta fór heldur hljótt, því að þetta þótti vandræðalegt hér heima, að það komu 2 hópar Vestur-Íslendinga og á 2 forsendum, því að þeir gátu ekki komið sér saman. Þannig að þeir það var tekið á móti þeim og ekki hér heima og ekki gert mikið úr þessum ágreiningi. En Káin, hann hafði nefnilega mjög gaman af akkurat þessum deilum. Og hann og það sem hann leggur til málana akkurat að gera grín að löndum fyrir það hvað þeir voru deilugjarnir og hvað þeir gátu deilt. Jafnvel hvort að kom upp að þeir ætluðu að reisa minnismerki á Gimli
fyrstu landnemann þar. Já. Og við höfum nú ætlað að það er sko, einhugur og samhugur og auðvitað reisum hér minnismerki, ekkert mál. Já, já. Bara sjálfsagt mál. Nei, þeir gátt ekki orðið sammála það heldur. Og þau deildu ekki hvernig minnismerki ætti að vera, heldur hvort það ætti að vera. Já, já. Og þetta þótti Káni afskaplega hlálegt og gerði svona góðlátlegt grín að þessu. Já, já, auðvitað. Og ótal svona atriðum. Já. Og þetta það sem hann leggur til málan og þetta það sem, já, hann hvað náttúrulega þekktastur fyrir þetta lagði honum alveg sko vopnin í hendurnar að nýta sína, sko, svona, allan sinn orðaforða og þennan húmor sem hann hafði. Hann sá alltaf eitthvað fyndið við þetta þegar landarnir voru að deila allt á milli himins og jarðar. Já. Og Guð almáttugur hann líka, náttúrulega. Já, auðvitað. Ætli það eimdi þá eftir kannski af einhverjum svona hrepparígum sko frá Íslandi í þessu þannig ytra? Já, ég velti stundu fyrir mér að þetta er ekki landshornin að deila. Nei, þetta er bara svona almenn þrætugirni. Já, og málefnin, það er alltaf málefnin. Þau verða aldrei saman nokkuð skapan hlut og ég vil Stefán G. sem var góður vinnur Káins að hann lendir á milli tanna fólks og Káin gerir náttúrulega grína því líka en það var alveg háalvarlegt því að allavega í Tvígang þá allavega flögraði að ýmsum löndum Stefáns að kæra hann til landstjórnarinnar og fá hann gerðan brottrækan úr Kanada. Já, einmitt. Og í fyrra skipti held ég hafi ekki munað mjög miklu að það er bara höfða landráðamál á hendur honum. Já. Og það voru Íslendingar, landarann sem höfðu forgöngu að því. Já. Og Káin sá náttúrulega eitthvað skondi við þetta og gerði grín. Þannig að þú í bókinni gerir náttúrulega hans æviskil, en líka þú ferð svona í kveðskapinn. Já, ég nota kvæðin sem heimild, að ég hef ekkert vit á ljóðum, kann ekki stuðla og höfuðstafi og hvað þetta er allt saman, en þau segja mér sitthvað ævi Káins. Ég reyni svona að átta mig á því hvernig þau urðu til, tilefni og eftirmál þegar þau urðu, því að Káin var ekkert frægur fyrir vestan fyrir hann var orðinn eitthvað 60. Nei, af því að landar vissi ekki hvernig þeir áttu að taka þessu gríni var hann. Sko var hann að draga þá sundur í háði, sundur og saman í háði, eða hvað var þetta, hvað átti maðurinn við? Þannig að þeir voru svona lengi tvístígandi og það var ekki fyrir sko, menn hér heima vöktu athygli á því að þetta væri bara kímniskáld, alveg út og í gegn, að menn svona fóru að taka hann í sátt þarna fyrir vestan og þá var hann sko, þjóðhetja, þá var hann goð í lifanda lífi fyrir vestan. Fyrir vestan, einmitt. Þetta er mögnuð saga og bara ég óska þér innilega til hamingju með bókina. Hún er ofboðslega lífleg og skemmtileg og ég bara hvet alla sem hafa áhuga á góðum kímnikveðskap og náttúrulega Káin sjálfum til þess að verða sér út eintak. Bara til hamingju, Jón, og takk fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér hér.